þessu myndbandi ætla ég að sýna ykkur hvernig ég brýni hefðbundin hárskeraskæri. Ég ætla ekki að klippa þetta neitt, þetta verður bara jafn langt eins og það tekur mig að brýna. Til að byrja með yfirfer ég skærin, strýk yfir eggin, ætla að kanna hvort það sé einhverja skemmdir sem ekki í þessu tilfelli. Skoða oddinn, skærin á alveg saman. Það er mjög mikilvægt, annars klippa þau ekki fremst og stundum þarf að beygja skærin til eða laga púða til þess að það sé í lagi. Síðan tek ég skærin í sundur og passa vel að týna ekki neinu. Þetta er yfirleitt skrúa og svo einhver fjöður algengast í þessu og fjöðurinn er með svona haki þannig að það smellur í þegar þú herðir skrúna þannig að hún fari ekki tilbaka. Ég þríf alltaf skærin upp á rauðspritti og þríf líka skrúuna og róna alla, eða hefur verið sett einhvern tíma smurning eða eitthvað slíkt, þríf ég þetta allt hreint og oft eru hár í þessu og einhver bara skítur. Sumir virðast nota einhvers konar smurningu eða olíu til þess að smyrja skærin sem að getur oft verið eiginlega bara verra því að það sest í það hár og drulla. Ég nota sérstakan vökva sem að kemur frá Tvæsa Sharp, þar sem ég kaupi brýningar vélar mína í Ameríku. Sá vökvi er sóttrensar og smyr en sest ekkert í hann. Hann er algjör snilld. Sum skæri eru með tennur í öðru blaðinu, þá rennur hárið síður undan þeim. Það má vera að passa það stundum þess að tennur mjög fínar þannig að það sjást varla, en það má ekki brýna yfir þær tennur, ekki nema það sé alveg ónýtar og eigandinn vilji láta breyta skærunum. Í þessu tilfelli eru enga tennur, þannig að það er að brýna bæði blöðin. Vélin sem ég er með heitir Tvæsa Sharp, þessi rauða, og hún er með demantshjóli og svo bufferhjóli öðrum megin, og demantshjóli er mjög svona aggressíft, tekur mikið, þannig að það þarf að vara mjög varlega. Best er að taka sér minnst efni úr skærunum þegar maður brýnir þau. Maður er fljótur að klára skæri ef maður tekur mikið efni af þeim, en því minna efni sem maður tekur því lengur endast skærin. Maður þarf að fara varlega þarna, til dæmis misti ég fjörinn í gólfið en fann hann sem betur fer. Það gerist nú sjaldan. Svo klemmi ég skærin í sérstaka klemmu sem heldur og ég stilli þau af. Ég með strik í steininum þannig að ég vil að skærin sé alveg lárétt þegar rennir mig gegnum í brýnið. Þarna er orðið, þá herði ég, kveiki á tækinu. Ég vil teki örlitla stróku til þess að sjá að hallið sé réttur. Það er þetta að stilla hallan á þessu. Ég veit ekki hvort þið sjáu það þarna, klampar þarna á, en hallin var réttur strax í byrjun. Þetta er yfirleitt svipað milli skæra. Síðan dreg ég helst best ef þetta er bara 1 til 2 strókur og tekur maður sem minnst efni. Þetta er mikilvægasti hluturinn í brýningunni, að það er að hafa gott kontról á þessu. Þannig að það þurfi bara 1 stróku og þarna var ég að þreifa eftir brúninu og skærunum að það væri komið það sem er kallað á ensku burr.
sem við tala skegg og það þarf að vera börr alla leiðina svo skærin bíti. Það er sama með hinn hlutan. Ein stroka skoðað. Og svo kanna hvort það sé börr alla leið sem var í þessu tilfelli og þá brýningin og þeirri síðan þarf að brýna bakliðina á skærunum og það gert með sérstökum áhaldum. Þau þurfa að vera ekki vera bein, það þarf að vera smá bogi á þeim og ef það ekki bogi þá verður maður að skemma skærin, það verður að vera réttur bogi á þessu. Þannig erum við að brýna með 2 grófleikum af sandpapír. Þetta ekki sandpapír, þetta sérstakt. Þetta svona meira eins og efni, eins og tau. Þessi sandpapír, þetta dýr papír sérstaklega ætlað fyrir skærin og ég með 2 grófleika. Byrjum að þessum grófari. Þetta svona, tekur nokkra strókur þarna og þarna þarf maður að passa að halda skærunum jöfnum og vera með réttan þrýsting. Kíkir maður, þá maður vill sjá alla hringina, það sé það þegar búið að pússa þar og hinn hlutinn. Það þarf að passa að lyfta á milli til að byrja með meðan það ennþá börr, annars myndi það skerast ofan í. Og það það sama þarna, passa þrýstingin, passa að brýna alla leið, oddinn sérstaklega. Og alltaf að stoppa að maður lyfti skærunum af. Og þarna komið hringur, gljáandi þegar maður sér það á blöðunum og þá það að fara með í fínni fyrir hana. Þetta tekur allt sinn tíma. En þetta ekki síður mikilvægt eins og að brýna eggina sjálfa, það að brýna baklutan. Það vinnur allt saman. Þá því lokið, þá það næst að fínpússa eggina sjálfa á bufferhjólinu. Byrjaði að stilla hana lárétta og svo sný ég skærunum við því ég má alls ekki láta bitið snúa upp að eða móti snúningnum á bufferhjólinu. Það sett á það hvítur svona compound eða massi sem að hjálpa til að slípa eggina og spegla því inn þegar þetta búið. Og þá það hinn hlutinn, sama þar. Tilti klemmuna. Það strik á hjólinu sem ég set með túspenna, þannig ég sé sem ég get miða við, ég vil að skæra sig alveg lárétt. Herði, snýða við, set bufferinn á
og það vel talað að maður sé að hóna skærin þarna, hóning compound sem maður setur þarna á hóninghjólið. Veit ekki alveg hvað besta íslensku orðið verið þetta. Þegar þetta búið þá að þrífa skærin aftur, því það kemur oft svona, kemur hóning festist á skærunum og þar ná því af. Hóningmassinn. Og þá bara að setja skærin saman. Alltaf gott að fara í þau með klút eftir pappírnum. Allt lítur vel út. Smá skítur þarna þá í hólunni, en það best að nota eyrnapinn í það. Og þá að setja það saman. Pinninn settur í. Smá af þessari sérstöku skæra olíu. Það skæra vökva, ég vil ekki kalla olíu. Setjið yfirleitt á skærin og meira að stilla þau og þurrka svo af. Þannig er ég að setja stoppskinnuna í og svo það hjólið sjálft. Mjög gott að liðka skærin. Það setja í smá af þessar olíu. Það persónubundið hver hárskeri vill hafa, hvað hann hafa stíf, en þumalputtareglan svo að þegar maður lætur að detta svona að stoppa rétt á hann eða leggja saman, þá það svona samkvæmt svona þessu sem algengast. Síðan prófa ég biti á sérstökum örþunnum pappír. Ég veit maður á aldrei að klippa í pappír með skærum, en þessi sérstaklega fyrir það að kanna bitið. Stundum hef ég bleit í hann, en það þarf vild ekki. Finnum það strax sem maður vanur hvort það sé ekki í lagi með þetta. Og þá bara að strúka þeim rétt í restina og þá þau tilbúin flugbeitt.